Ásmundardóttir, formaður unglingalandsmánsnefndar hérna á Hornafirði. Helgin á baki og hérna allt fór mjög vel fram. Er þið ekki bara í 7. himni með mótið? Jú, við erum bara alveg í skíunum. Það er bara búið að lukkast allt ótrúlega vel. Ekkert komið upp á og allir bara glaðir með sína keppni. Þótt það kannski blásið örlítið, en það hefur ekkert fengið okkur. Það hefur bara allt haldist, öll dagskrá samkvæmt plani og ekkert reilast. Og allt farið vel bara. Langur undirbúningur á mótinu og þegar þú lítur við farin veg, hvað fannst þér svona standa upp úr eftir helgina? Mér fannst bara ótrúlega góður andi, góð samstaða meðal íbúa hérna á Hornafirði og allir tilbúnir að vinna sjálfboðastörf og tilbúnir í slaginn við hvað sem er, hvenær sem er, sólarhringsins. Þannig að það er kannski það sem að mér finnst standa hérna mest upp úr og bara hvað allir eru ánægðir með að taka þátt í að hjálpa okkur við undirbúningin og við mótshaldið sjálft. Er ekki reynslunni ríkari eftir svona helgi? Jú, sjálfsögðu sko, alveg, við erum tilbúin í næsta mót bara strax. Nú erum við búin að halda 2 mót, hérna ætlið ekki bara í framtíðina að stefna á 3. móti? Jú, alveg tvímælalaust. Það verður aftur unglingalandsmót á Höfn, það er alveg pottþétt. Hvenær það verður veit ég ekki. Svona undirbúningar og svona móti, hérna, hann kostar náttúrulega mikla samhildu með bæjarbúa. Það þarf ekki að spyrja að hún var fyrir hendi. Já, hún var 100% fyrir hendi. Ég man ekki eftir neinum hnökrum sem kom upp á meðal íbúa, varðandi skipulagið og allt í kringu það. Enda lögðum við upp með það að hafa prógramið þannig að það væri bara heimafólk sem að sæi sem mest þetta. Af því að það er oft, ef verið að fá utanaðkomandi fólk, að það veldur ugga stundum á meðal íbúa, en þannig að við lögðum bara upp með það að reyna að hafa bara heima fólki í þessu eins og hægt var frá til lög. Þið eru bara alsæl eftir helgina? Já, það er ekki hægt að segja hana. Bara í skíunum. Matthildur, ég þakka ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir það.